Góðan daginn og velkomin í nýtt vlog. Ég að fara að keyra í fyrsta skipti ég veit ekki hvort ég keyrði eitthvað, í 6 mánuði. Ég hef ekki keyrt bíl síðan jólin, þannig að pray for me. Ég er búin að keyra í Hrísey en mér finnst það ekki alveg að sama að keyra til Akureyrar. En ég er samt núna að fara í bæinn sem þýðir að ég er að fara til Akureyrar. Ég er að fara að sækja Klöru systur og Stulla í flug og stússast aðeins. Það er sem sagt, fyrir ykkur sem þekkir mig bara ekki neitt, sem eru örugglega ekki margir, þá er sem sagt Hríseyjarhátíð einu sinni á ári. Og það er bara uppáhaldshelgi mín held ég á árinu. Þannig að það er sem sagt óvissuferð alltaf á föstudagskvöldinu. Og í ár er punk þema sem að gæti ekki verið mikið fjær mér og mínum stíl, en mamma er búin að græja pönkgalla, þannig að ég verð að mæta í outfiti. Ég ætlaði bara að fara í útifötum sko, en þannig að ég og Hrund-systir erum að fara í bæinn og ætlum að fara í Hjálpræðisherinn og Rauða krossinn og reyna að finna okkur punk-outfit. Svo er bara eitthvað svona almennt stús. Ég er ekkert búin að fara til Akureyrar síðan ég kom heim. Ég er lík því, ég er búin að fara einu sinni. En já, mér datt í huga að vlogga því ég vlogga aldrei á Íslandi. Ég veit ekki einu sinni af hverju, en lífið er ekkert mikið öðruvísi, þannig að myndavélin kemur með. Hvað keyptirðu? Þetta. Vá! Hvað er þetta svo Brimir? Pönkublaða. Feit pæling hvort maður hendur í náttbuxur í punk-þema. Ég veit ekki alveg með þetta. Ég hafði orð á því þegar ég keyrði inn í þetta stæði að þetta hefði nú verið negla hjá mér. Já, nei, en við erum búin á Glerártorgi. Fundum ekki outfit fyrir punk-þema en ýmislegt annað. Og nú er það Subway. Ég hef ekki farið á Subway in forever. Ok, ég vissi fyrirfram að ég væri aldrei að fara að standa með að vlogga í bænum. En við erum komin heim og erum að fara að fá okkur ís og hafa kósí. Já, svo er Hríseyjarhátíð helgina og annað kvöld er fjölskylda mín að hósta karaoke í Cyborg sem er húsið sem er þarna. Já, það gekk ekki að finna punk-outfit. Þessar náttbuxur kostuðu 4.000 kall og ég var ekki alveg að fara að henda því á þema óvissuferð. En þetta outfit er reddast, held ég. Annars verð ég bara í útifötum og ógeðslega lame í 1 ár. Ég fór all in í fyrra. En já, ég er bara að vinna á morgun. Ég hendi mér í smá sumavinnu hérna í eyjunni, bara for the hell of it. Og svo er bara, ég er ógeðslega spennt fyrir hátíð. Þetta er svo skemmtilega helgi. En ég ætla að fara upp og fá mér ís áður en að hann bráðnar eða einhver klárar hann. Ég ætla að segja burnt toast en það er brúnt. Ég er mjög brennd. Þú veist, nefið á mér er bara insane. Oh my god. Ég er sem sagt að vinna úti þessa dagana, allan daginn. En hvar var ég? Ég var búin að segja að vera Hríseyjarhátíð og í gær vorum við bara eitthvað í kósí heima að græja bílskúrinn af því að við fjölskyldan ætlum að vera með garðakaffi á morgun og núna er fjölskyldan mín að halda karaoke kvöld fyrir þá sem vilja.
Stulli orðinn veikur. Feeling good. Ok, ignorið hvað rúlla mín illa sett í. Við fjölskyldan erum að fara að handa garðakaffi og veðrið ákvað last minute að verða bara ömurlegt. Þannig að við erum á fullu að reyna að leysa það og græja og gera. Það er bara klukkutími að fólk komið, þannig að ég ætla bara að hjálpa til. Þessar kleinur eru eitthvað það besta sem ég veit. Crunchy, nýkomnar á pottinum. Hér verður The Food Station. Það er gulrótarkaka, kleinur og kanilsnúðar, svo djús og kaffi, music. Og við ætlum að hafa þessa hurð opna en að því að Roki er komið þá verður hún eiginlega að vera lokuð. Sem sökkar smá, en það er what it is. I look like a raccoon. Við erum ready í punk óvissuferð. Ég verð að sýna ykkur þetta outfit, þetta er hryllingur sko. Náttbuxur á H&M, djörfskyrta, bindi af pappa og leddari af Stulla. Hvað er ég að byrja? Það er svo laugadagurinn á Hríseyjarhátíð núna sem er svona meira fjölskyldudagurinn, ef svo má segja. Við fórum í óvissuferð í gærkvöldi. Það útskýra fyrir ykkur aðeins konseptið. Það er sem sagt á hverju ári er óvissuferð fyrir börn, unglinga og fullorðna. Ég segi ykkur það meðan ég er að ganga frá þannig að þau verða að afsaka hljóðin. Já, og óvissuferðirnar eru þannig að það er bara einhverjir sem plana. Yfirleitt skiptist það á en mér finnst þetta systir mín alltaf vera að sjá óvissuferð barna og unglinga en allavega barna. Í fyrra sáum við óvissuferð fullorðinna og það var mjög skemmtilegt. Eins og þú veist, það er síðastliðin ár er alltaf þema, þannig að eins og nú í fyrra þá vorum við með country þema, eða kúreka þema og í ár var punk þema eins og þið sáuð. Og við erum búin að vera að panika smá, ég og Klara systir, yfir búning í vikunni. Og Hrund systir og maðurinn hennar fóru alveg all out og ég held ég væri ekki með outfit og eitthvað. En svo að því að Stulli greið og veikur að það náði ég að púsla saman mjög skemmtilegu outfiti. Og mamma var svo geggjuð. Ef einhver átti að fá vinning fyrir búning, þá var það hún. En já, við skemmtum okkur svo ógeðslega vel bara að vera að græja okkur að það var svolítið erfitt að toppa kvöldið eftir það. Þannig að við fórum bara svona frekar snemma heim og enduðum á að fara bara að spila. Sem var mjög skemmtilegt líka. Það var ógeðslega, það var ekki kalt úti en það var mjög mikill vindur þannig að við vildum eiginlega bara vera inn í nice, cozy eitthvað. En nú er ég að fara að ganga frá bílskúrnum eftir garðakaffi í gær, eða svona klára að ganga frá. Og svo er á eftir, Kvennfélagið er að selja kökur og bakkelsi og eitthvað svona niður á svæði. Og svo er bara alls konar í dag. En ég ætla að klára
frágang og tiltekt og eitthvað svona fyrst. Ég er gjörsamlega búin að því. It's been a long day. Já. Við vöknum samt ekki fyrir klukkan 10 eða eitthvað, en That wasn't the first wake up. nei, laugardagurinn og Hríseyjarhátíð er alltaf svona smá keyrsludagur. Byrjaði samt ekkert almennilega fyrir klukkan 2, þá fórum við og fengum okkur köku í Kvenfélagstjaldinu, sem ég er alveg að fara að ganga í, held ég. Svo er maður bara einhvern veginn búin að vera úti og ég var enda að hrundi í svona klukkutíma að naglalakka mig. Það er ömurlegt veður. Það var að koma logn áðan og það er bæði að stilega komin aftur ógeðslegur vindur. Svo var hópakstur dráttarvéla með formal name, þar sem við mamma fórum á golfbílnum. Það voru svo formlega allt í Já, mjög. Kaffi í görðum. Já, meinar. Hópakstur dráttarbíla. Já, svo grilluðum við hamborgara og nú er ég að mana mig upp í að klæða mig af því það er kvöldvaka. Herbert Guðmund sem mættir eigina. Yeah. Já, þannig að nú ætla ég að fara að klæða mig í hlýföt. Mjög hlýföt og taka 10 teppi með mér. Veit ekki alveg hverju á að fara. Ég held ég ætli jakka og úlpu. Því það er ekki gaman að sitja í brekkunni og vera kalt. Kannski tek ég eitthvað upp á svona kvöldvöku. Ef að Herbert er alveg rockin' it. Most important of all fyrir þessa kvöldvöku er að vera vel klæddur, þannig að ég ætla í 2 lög á peysum. Svo, wait for it. Ég var sem sagt að fá hlaupajakka frá 66. Really cute. Og mér langar að vera í honum, en hann er ekki nú hlýr on its own. Þannig að ég ætla að fara í úlpu yfir jakkan. Þá er ég í jakkanum svona, with a purple color. Og svo, ó nei, og svo í úlpunni yfir. Þetta getur ekki klikkað. Eina vesenið er að ég er bara með bleika húfu. Ég tók ekki svörtu af því ég vildi vera litrík í sumar. Já, þannig ég verð bara í bláum jakka, silfur úlpu og með bleika húfu. Skellum okkur á kvöldvöku.